geggjað að fá þig heimsókn. Já, þakka að kærlega fyrir boðið. Við vorum byrjaðar að tala, þannig að höldum bara ára. Við vorum að tala hvernig Bandaríkjamenn hefðu orðið ónæmir fyrir Trump. Já, einmitt, og það nú þetta þannig að maður hefur nú reynslega að taka upp þetta dagmál, við erum okkarna bestu samræðnar eða sér alltaf stað fyrir og eftir upptökur, sko. Já, þessum maður að byrja strax. En nei, við vorum að tala að, ég menna, út af því að Trump augljóslega stórkallaður einstaklingur á mörgu leyti og segir fáránlega hluti inn á milli og gerir fáránlega hluti. En vandinn sem hefur komið upp alltaf síðustu árin að þegar hann var að koma fram á sjónarsviðið á fyrsta kjörtímabilið, að alltaf þegar hann sagði eitthvað, það skiptir ekki máli hvað það var, að þá fóru fjölmiðlar með retóríkina upp í 1.000.000, sko. Það var alltaf bara risamál, ógnu lýðræði, fasistinn og þetta eigum ekki að þurfa að lifa við og þetta árið 2017 eða eitthvað, og það sem gerist náttúrulega held ég á endanum bara Bandaríkjamenn verða bara ónæmir. Þú sér þetta okkur einasta degi, þú ert búin að vera að kalla úlfur ítrekað og þegar úlfurinn kemur að þá eru Bandaríkjamenn bara, við trúum ykkur ekki. Þeir eru búin að gera þetta okkur degi í nokkur ár. Ég meina einmitt, talandi að maðurinn hvað maður að segja, þegar hann að tala þá hann svona óstjórnmálalegur og og svona vægt til orðatekið. En einmitt fyrir, þegar hann vann núna síðast og mér langaði einmitt að tala það því að þú fóst út og fylgdist vel með þessu, þá ég einmitt þegar það átti að fara að selja manni aftur að það væri bara heimsstyrjöld og hann búinn að vera þetta 4 ár. Og ég sá nú ekki betur en að það væri eitthvað bara minni stríð. Og þú veist, þannig að óháð persónuleikanum þá var útkoman, þetta svolítið eins og áður en að Jón Gnarr var borgarstjóri þá var okkur selt að það færi allt til helvítis ef við myndum kjósa grínista sem borgarstjóra en svo bara fór ekkert allt til helvítis. Nei, ég meina þetta var svo skrítið einhvern veginn, það svo stjórnmálamennir hafi haldið að Bandaríkjamenn hefði ekki upplifað síðustu ár og vissi ekki hvernig það var og þú veist, fólk getur sagt þess að vill fyrir að kjörtímabil Trumps, það var í raun og veru við tökum þetta endar frekar illa hana með COVID-inu, en fyrstu 3 árin Bandaríkjamenn mundu eftir því tímabili, það var hagvöxtur, laun voru að hækka og eins og segir það voru engin ný stríða í þessi stað, þannig að þegar að þetta var einhvern veginn rökin sem voru notuð gegn honum í seinni kosningabaráttunni, þá var mjög ólíklegt að það væri að fara að virka og fyrstalega ástæða fyrir að maður vissi að þetta myndi ekki skipta máli var bara að alla kannanir sýndu það að kjósendur voru ekki hræddir það að þeir varu að fara að missa eitthvað kosningarétt eða lýðræði var ekki að fara að hverfa, það var engin fasísk stjórnvöld að fara að taka yfir, það var ekki það sem að kjósendur höfðu áhyggjur af, þannig að þetta var mjög skrítin taktík, þessi kjósendur höfðu áhyggjur af voru innflytjendamálin, útlendingamálin og þeir höfðu áhyggjur af verðbólgunni og það voru svona 2 langstærstu kosningamál. Þannig ef þú ætlar einhvern veginn sem stjórnmálmaður að reyna að þvinga fram eitthvað annað mál sem að kjósendum er alveg samum, þá myndu líklega tapi í kosningum. Og verður svolítið að sjá hvað eru Bandaríkjamenn, þetta raun og veru algilt hvar sem þú ert. Þú áttu auðvitað fyrst og fremst að fókusa á málin sem að fólki í þjóðinni að hugsa um. Þá förum maður einmitt förum maður sem víðan völl, þá hugsa ég íslensku kosningarnar síðasta haust, þegar að í síðustu kappræðunum, kvöldi fyrir kosningar á RÚV, þegar að Svandís Svavarsdóttir með Vinstri græna á leiðinu út af þingi segir stærsta málið bakslag í kvenréttindum. Ég hugsa bara, þú ert búin að missa salinn, Já. Þú ert ekki að hlusta á að venjulegt fólk bara pæli að afborganirnar á húsunum eru bara að hækka og við erum bara þú einhvern veginn og þá hugsa maður einmitt eina ástæðan fyrir að Samfylkingin fór að rjúka bara Kristrún gerði það mjög vel að þurrka út svolítið þetta svona bara hvað maður að segja, eitthvað svona öfgavók, eitthvað sem bara venjulegt fólk ekkert annað. Og ég meina kosningarna bara staðfestu það, ég meina horfðu á VG, horfðu á Pírata sem svona búin að vera kyndilberar svona réttrúnaðar síðustu ára á Íslandi. Ég meina þeir fara báðir út af þingi, ég meina VG fær 2,3% og þetta áhört með VG því að sumir segja að svona róttæka vinsturinn hafi verið hafnað í síðustu kosningum og ég held að það sé að hluta til rétt en að hluta til alveg rangt út af því að ég held að kjósendur hafi hafnað réttrúnaði og vókinu það vildu raunveruleg mál en það eru þetta alveg svigrum ennþá, ég held að það sé alveg 10% landsmann ennþá sem eru svona róttæki vinstri menn efnaðarslega vilja knýja fram eitthvað ótrúlega njöfnuð og skattleggja hátekjufólk og ég held að sé nóg til að þannig fólk klárt máli, menn ef að Sólveig Anna hefði verið þarna í farabroddi og þú hefðir haft á tilfinningunni, þarna bara eitthvað manneskir sem raunverulega er að berjast fyrir þá sem minna mega sín, þá held ég eins og þú sett að segja að við séum að tala kannski það sé innistæða fyrir 10%.
Já, ég meina það allavega hefur verið þannig í marga áratugi í Íslandi og getur svo sem alveg púsla saman fylginni og pírötu, sósíalistum og VG og komist á sömu niðurstöðu. Þannig að ég held að, ef maður velti fyrir sér, hvernig ætlar róttaka vinstri á Íslandi, svona efnaðislega róttaka vinstri, sem ekki það sé mín ósk, en ef það ætlar að ná vopnum sínum aftur, þá held ég að hluta til að það verði með þetta sækja svolítið á núverandi ríkisstjórn frá vinstri og það verði efnaðislega frá vinstri. Það verði ekki út af einhverju tali bakslag eða mannréttindi eða eitthvað þannig. Ég held að flestir Íslendingar viti það að við séum alveg í bara fyrsta sæti þegar kemur öllum þessum málum og það sem skiptir eins og segir máli það er bara afborganirnar. Hef ég efna á þessu, hvernig verður innstæðan á bankareiknum þegar ég er búin að greiða allar minna reikningar næstu mánaðamót, verðbólgan, við séum nýstu tölur, hún er að hækka aftur, ég meina við erum að horfa á það að stýrivextir lækka kannski ekki á þessu ári, sumir segja jafnvel ekki á næsta ári með verðbólguþróun, þetta er það sem skiptir fólk máli, þetta er númer 1, 2 og 3. Það er enginn sem vaknar á kjördegi og er að hugsa einhver smámál, fólk er að hugsa það sem skiptir að raunverulega máli. Þá hugsa ég einmitt, svo ég færi aftur til Bandaríkjanna, það sem að Sólveig sagði þegar hún var í podcastinu hjá mér til dæmis, hún sagði, við nennum ekki svo væli, við þurfum að búa til einhverja stemningu hjá okkur, fólk þarf að vilja vera með okkur í liði og þá hugsa maður þegar Obama er kjörinn, þá er svona, þú veist, þó að hann hafi síðan verið á margan hátt úlfur í sauðagæri eins og mjög margir, að þá, þú veist, það var ákveðin svona stemningsvindur með honum, en núna, það var bara svona ok, ég á að kjósa Kamala Harris og eina málið ykkar eitthvað Trump er ömurlegur. Þannig að þeir að segja mér, ekki kjósa hann, en þið náið aldrei að selja mér eitthvað rétt að kjósa ykkur. Og sama er búið að vera á Íslandi, það er bara Bjarni Ben er vondur. Á ég að kjósa ykkur að því Bjarni Ben er vondur, það meikar mér engan sens. Nei, og það virkaði ekki heil lengi og það er ekki fyrir að Kristrún Frosta kemur fram með mitt og segir, ég er með plan, það sé hann Anna Málgård sem búin að sjá þetta plan, en segist vera með plan og hún setur mál á oddin sem eru á lækkun vaxta, lækkun verðbólgu og það eru heilbrigðismálun í raun og veru. Það er svona helstu máli sem hún setur og hún tekur allt annað, alla pælingar sem hefur verið hjá gömlu samfélkingunum, nýja stjórnarskrá sem flestum er alveg saman, við skulum bara vera hinskynir. Það er bara, fólk er ekki vaknandi á mótnana að velta því fyrir sig hvernig stjórnarskránu eru breytt. Hún hefur bara ekki það mikil áhrif á líður að það sé að valda einhverju hugarangari. Hún tekur það til hliðar, hún segist að taka Evrópumálum til hliðar, ég meina Viðreisn er augljóslega að reyna að ýta því núna fram í ríkisstjórninni, að sitja það svolítið á oddinn, en hún tekur öll þessi mál sem að hafa svona klófi vinstur og svona, situr þetta allt til hliðar og segir bara, herðu, við ætlum að keyra á þessi mál sem skiptir fólk raunverulega máli. Og að því svo er ég meina mín persónulega skoðun er og þar upplýði ég mig svolítið svona eins og einhyrning fyrir síðustu kosningar að mér finnst stærsta einstaka kosningamáli fyrir mig var að mér finnst bara ríkið búið að vera þenjast of mikið út í ofboðslega langan tíma og allir flokkar hafi verið þar og þar er mitt, þú veist, náði Kristrún ekki að selja mér, ég segi bara þetta er bara sósíalismi í dullegerfi, Fyndi og nefnir þetta því að þetta er þessa mál og það er augljóslega búið að þeinast út og við erum að horfa á fjárlög núna upp á ríflega 1600 milljarða sem að ríkið ætlar að eyða á næsta ári. Vandinn held ég er að einmitt þeir sem hefðu venjulega talað fyrir þessu, sjálfstæðisflokkurinn, talað um að ríkið var að blása út hérna báknið að stækka, þeir höfðu verið í stjórnvöldin síðustu ári og það var svolítið vandinn að þú getur ekki bara hjólaði þín eigin stefnu, þú veist hverjum ætlar að kennum, þú varst þú sem varst við völdin og það er svolítið vandinn og ég held að það sé meðalans eitt ástæður fyrir því að þetta var raun og veru kannski ekki stærsta málið í síðustu kosningum eða það var ekki eitthvað sem að fólk yfir höfuð var að ræðum, mikið, fannst mér allan í kappræðarum og það er út í að þeir sem hefðu venjulega þurft að bera fram hennar boðskap, þeir gátu það ekki. Góða punktur, góða punktur. Hvað hvað finnst, þetta sem þú ert að segja með sjálfstæðisflokkin, og hvað finnst þið þá, ég ætla að koma með smá pælingu ef maður reynir að greina stóru myndina, hún mátt síðan segja mig hvað þið finnst það. Ég horfði á það fyrir svona, hvað maður segja, fyrir svona, ég veit ekki hvort þið segja svona 5-6 árum, þá finnst mér eins og þetta svona, þetta er náttúrulega þreytt hugtak, þetta vókdæmi, að það kemur svolítið með, þú veist, þegar samfélagsmiðlarnir verða fleiri og fleiri og þeir spila stærra og stærra hlutverk, að þá er allt í einu orðið svona incentive fyrir stjórnmálamenn að ég ætla ekki að vera sá sem verður hraunað yfir á netinu. Og þá þýðir það að þú ert að gangi augun á þeim sem eru háværastur á netinu í að vera með hérna einu réttu skoðun hverju sinni. Það þýðir átómatist að þú ert ekki að fara í erfiðar og harkalegar aðgerðir
Því ég spjallaði við Davíð Óttarsson fyrir mörgum árum og hann sagði við mig sko, það getur vel verið að ég sé frekur kall, Sölvi, en ég stýri. Ég sagði bara já, þú veist, ef þú ætlar að vera leiðtogi, þú þarftu bara að taka ákvarðanir sem kalla á það að fólk muni kannski vera mjög óanægt með því ákveðin tíma. Þannig mér finnst allir flokkar á Íslandi hafi einhvern veginn, og allir stjórnmálamenn hafi svolítið verið, heyrðu, ég ætla ekki að vera óvinsæli kallinn í dag, og svo gerur það ár eftir ár eftir ár, og þá allt í henni bara í staðin fyrir að setja ekki en ákvörðun, það nýr stýruhópur og ný nefnd, og á endanum bara báknið orðið að fjalli, sko. Já. Nei, þetta áhugavert og það þetta bara áhugavert held ég held að stjórnmálamenn alltaf, þetta, held ég mikið þessi bara mikið prinsip fólk, en ég held að þessi eðlilegt í stjórnmálum og þú reynir að heyra hvað þjóðurinn að segja og þú reynir svona þess að aðlaga því og svara ákvæmdi þjóðurinnar. Ég held að við lendum náttúrulega bara í tímabili og sérstaklega þarna þegar vóktímabilina tökum og sjálfstæðisflokkurinn lendir líka bara svolítið í því öllu saman. Ég meina, hann tekur að einhverju leyti þátt í þessu tímabili. Hann tók allt og mikið þátt á mínum að því, sko. Og ég held að það sem að hluta til verið að gerast þarna að ég ekkert samfærður það að fólki sem að sagt á að tekið þátt í Áslaug Arna og svona. Ég ekkert samfærður að hún raunverulega sé, ég held ég viti það bara, hún ekki vók, hún ekki eftir náttúrulega sinni bara og hún langt í frá. Ég held að við samt sem að verið fyrir mikið á fólki sem var að taka átt í pólitík á þessu tíma, það hafi einhvern veginn fundið fyrir þessu svakalega þrýstingi á samfélagsmiðlum og það hafi bara einfaldlega, ég ætla nú ekki að fara að styggja þetta fólki, ég ætla bara ef þetta þessi þjóðan að segja og bara aðlaga með aðstæðum. Og þetta var öðruvísa tilhugsun til að þetta hefði ekki gerst áður fyrir með flokksblöðin, það hefði ekki komið fram þessi svakalega þrýstingur og hefði ekki verið með 1.000.000 manns eða 20.000 manns með gjallarhorn á samfélagsmiðlum að hraunið við kallaði rasista og ógeðslega og okkur svona. Þannig ég held að bara þetta sé hluta því að samfélagsumræðan var að breytast, hvernig við miðlum upplýsingum til hvers annars og hvernig við tölum við stjórnmálamenn, getur gert það núna öll bara okkar eigin miðlum. Ég held bara að þetta hafi verið ansi slæmt tímabil og stjórnmálamenn hafi verið að reyna aðlaga sig og mörgum með mistóks heiftarlega. Það sem ángraði mig einhvern veginn meira var þú veist ekki það að ég sé einhver gallharður sjálfstæðismaður, bara hef aldrei verið og ég hef nú yfirleitt kosið bara svona, ég geng bara inn í kjörklegan hverju sinni og kýs bara það sem mér líst best á hverju sinni út frá því hvað aðalatriði fyrir mig, en samt einhvern veginn ef maður er að horfa og ég geri þá einu kröfu til stjórnmálamanna, ég viti hvar ég hef þig og þá sem ok, það kemur mér ekkert á óvart eins og í COVID að vinstriflokkarnir séu fyrir bara auknum ríkisútgjöldum og allt þetta. En mér varst alltaf eins og Sigríður Andersson og Brynja Níelsson, þið eruð þau einu sem eru nógu hugrögt til að segja það sem hinir sjálfstæðismennir eru að hugsa en þið þorið ekki að segja það, sko. Og það, þú veist, einhvern veginn, flott ef ég get bara verið mjög ósammálaðir því þá veit ég allavega hvar ég hefði þig, sko. Og ég held að það sé svona eitthvað sem Trump hefur unnið dálítið með að þú allavega veist hvar þú hefur hann, skilju, svona sirka. Já, ég held að við sjáum bara almennt í pólitík þróun að vera þá í Evrópu-Bandaríkjunum að fyrir stjórnmálamenn til að þrauka þá þurfa þeir að hætta öllu lögfræðingatali, tala í kringu hlutina og þeir gera þetta viljandi átt tala svolítið í kringu hlutina, þeir vilja halda öllum valmöguleikum opnum en við sjáum að þreytan fyrir því er algjör hjá almenningi og það svona sérðu held ég að hluta til flokka sem geta verið populískir koma fram út í að þeir eru með mjög einfaldan boðskap, bara hér eru við, þetta það sem við ætlum að gera og sér munu sjá það auðvitað ef þessi flokkar koma til valda, hvort þeir munu framfylgja stefnu sinni, sko. Það verður síðan allt annað mál. En ég held að útskýr líka hluti til einmitt af hverju, þú veist, einfaldur boðskapur, við erum ekki að flækja hlutina, þetta það sem við ætlum að gera, það virka fyrir kjósendur. Þannig þreyttir að heyra þú veist, við ætlum hugsanlega mögulega að fækka hælisleitendum. Hvað þýðir það fyrir mig? Hversu mikið? Úr 1000 í hvað? Og þá getur bara oft hreinlega verið gott og það ástæðan fyrir að svona flokkar virka þeir eru að segja bara, við ætlum bara að banna hælisumsóknir og við ætlum að senda út þessu reform í Bretlandsey, við ætlum að senda út 700.000 bara við erum bara konum með beinara töl ég veit ekkert hvort þeir munu ná því fram og ég meina, og þá munu kjósendur dæma að þeir fylgja þessu gættir ég held að ég kunni samt að meta þessi verið að segja raunveruleg markmið. Já, og þá hugsa mér svo skrítið mitt talandi að lesa salin, sko, að þegar stjórnmálamenn voru að tala svona alveg lengstu lög fram að kostning, bara útlendingamál ekkert issue, þetta er ekki kostningamál, svona, ok, þú veist, nú ég þeirra gerðar að ég er búin að ferðast út allan heim og ég er svona helst sem hlintastur því að það séu bara sem minnst landamæri,
talandi að vera bara maður frelsis, að fólk bara meðan að ríkið meðan ég ekki að biðja neitt frá ríkinu, bara ef þú kemur til Íslands og vilt bara vera duglegur hérna og borga skatta, ræðislegt, þú veist, og meðan þú ert ekki að biðja eitthvað frá ríkinu, en ef einn málaflokkur búin að fara úr 500 milljónum upp í 30 eitthvað milljarða á nokkrum árum og á sama tíma upplifir fólk bara, gamla fólki fær ekki þjónustu, það 9 tíma bið upp á bráðamóttöku og hughrifin þín en svo kominga fólk sem fær bara húsnæði, lögfræðaðastoð, dagpenninga, hvort svo sem að það sé rétt eða ekki, þá finnst mér svo skrítið að þú áttir þig ekki á því að þú ert að búa til svo mikið pirring hjá venjulegu fólki sem jafnvel að vinna 140% vinnu bara til þess að geta borga á húsnæðinu sínu. Að reyna einhvern veginn að selja fólki að þetta skipti einhver máli, þetta 70-80 föld aukning í einu málaflokki á nokkrum árum, það bara eitthvað sem við þurfum að ræða. Nei, ég meina, útgjöldin eru mjög stór hluta þessu og ég held að það sé svona fínu sjálfstæðismennir hafa talað útgjöldin og ég að þú ert að gera það líka. Ég held að, það kallar mig fínu sjálfstæðismenn. Ég held að útgjöldin sé ekki raunverulega ástæðan fyrir því að fólk ósátt. Okay. Ég held að þessi spila alveg rullu í þessu, eins og þú segir, fólk skilur ekki akkur að það einhverju milljarðar að fara að þanga en ekki í þessa máluloka. Ég held að þetta sé samt meira eins og við séð í Evrópu og horfir og greinir útlíkaumræðuna þar. Hún snýst ekkert öll útgjöldin, sko. Hún snýstu það að fólk ósátt það sem komi fólkin í landið sem hefur engan áhuga á aðlaga sig að síðum og venjum í því landi. Það horfir í kringu sig og það horfir á bara ofbeldis öldu sumstaðar. Og við horfum á Íslandi að 70% af þeim sem verið teknir í gæsluvarðhald eru erlendir ríkisborgarar. Við horfum á þá sem eru að afplána dóm á Íslandi við farið á okkur fáeinum árum úr því að vera eitthvað 17% erlendir ríkisborgarar upp í 35% erlendir ríkisborgarar. Þannig að ég held að þessi hlutir og þetta sem að hreyfir raunverulega nálina fyrir fólki, það meiri tilfinningamál bara að það horfir á samfélagið sitt breytast á veg sem því líkar ekki. Og ég held að það skipti mun meiri máli heldur en tölur svo 20 milljarðar sem eru svona tölur sem að fólk, þetta eru bara stóra tölur sem að þú nána skilur ekki, sko. Þú veist, þetta bara svona, já, þú veist, og ríkið eða 1600 milljörðum og þú veist, það að gera, þú veist, ég held að þetta sé ekki þessi hreyfinálun. Ég held að þessi hreyfinálun einmitt þetta með samfélagi. Ég sammála, sko, ég myndi segja þessi hvorutökja, vegna það sem ég myndi segja með tölu, ég alveg sammála að venjulegt fólk ekkert að velta sér upp úr einhverjum milljörðum, en þá ég meira meina ástæðan fyrir ég held að það stöði fólk að út af því þér farið að líða eins og kerfið virki ekki lengur fyrir þig sem Íslending og þá skilur ekki býtin á sama tíma getur kerfið verið að dæla peningum en að því sögðu þá ég alveg sammálar að ég held að tilfinningarlega vekið upp sterkari viðbrögð þú veist og ég fann þetta alveg hjá mér bara þegar hnífa ára sem var upp í Úlfarsárdal þá ég akkurat að leiðin að labba upp á Úlfarsfellið þennan sama dag og fyrir mér var það bara svona ok, ég vil ekki hljóma eins og eitthvað fordómapési en bara á okkur venjulegum þriðjudegi klukkan 2 dag sé eitthvað gæi hlaupandi með hnífi í bara þetta ekki veruleiki sem við erum vön og einhvern veginn hugsa maður það ekki tilviljun að þetta er útlendingur sko bara sorry sko Nei og nú spurningin auðvitað fyrir stjórnmálinu hvernig á að leysa þetta og við erum með dómsmálaráðherra sem tala mjög stórt það hvað hann ætla að gera ég held að það sé tvennskonar vandi. Það annars vegar eitt að stoppa streymið af hælisleitendum sem komið til landsins og það alveg búið að hefta það verulega og ég held að það viti það allir að það sé út á útlendingalöggjöf sem að Jón Gunnarsson og Guðrún Hafsteinsdóttir komið í gegn sem að hafi verulega áhrif. Við erum að fara á 4.500 í undir 1000 ári. Þetta samt sem að þannig að þetta er margfalt meira heldur en það var fyrir áratug 15 ára síðan. Það eitt, þú veist, ætlar að stöðva þennan þessar hælisumsóknir sem ég held að flestir Íslendingar væru sammála. Þeir myndu bara segja, við erum komið nóg, við ætlum að vinna úr þeim umsóknum sem fyrir eru og reyna að fókusa á aðlaga eitthvað þessu fólki inn í samfélagið. En síðan hinvandinn sem einfaldlega þú ert með hellinga fólki sem þegar komið inn í samfélagið og það hefur bara engan áhuga á því að aðlagast íslensku gildum að mörguleiti. Það eru sumir sem gera það, þú veist, ég alveg hafa á hreinu og ég almennt eins og þú bara á því ef þú vilt koma til landsins og vilt vinna og allt þetta, veist, sem innflytjandi, ekki hælistandi, þá ég mjög hlynntur því. Og ég held að Íslands samfélag hafi grætt alveg ótrúlega mikið af því að fá inn fólk sem kemur til landsins. Það hins vegar mikill kostur ef þetta fólk deilir svipuðum gildum og við. Mér finnst það svolítið vera aðalatrið í þessu. En við erum með hellinga fólki hérna sem er komið inn í landið og það hefur ekki áhuga aðalagast, það bara komið með dvalarleyfi eða eitthvað þannig, það ekki komið með ríkisborgun dvalarleyfi og síðan hagar það sér alveg fáránlegan máta. Eins og við erum með þennan Palestínumann sem að réðist að ljósmyndara Morgunblaðsins, hann spyr hvað miðlum ljósmyndarinn vinna hjá
maður vinnur á Morgunblaðinu og verður bara fyrir árás fyrir það. Ég spyr bara, eins og Vilhjálmur Árnason gerði ritari Sjálfstæðisflokksins sínum tíma, af hverju ekki hægt að senda svona menn úr landi? Þú veist, ég ekki á því, ég meina nú að tala um afturköllun verndar. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.